Komið öll margblessuð og sæl. Komið að skák númer 14 og ég ætla að reyna að einbeita mér á nokkrum hlutum í þessari skák og það er að reyna að takmarka mistök, leika praktískum leikum, tefla dálítið hratt og hafa bullandi trú á því sem ég er að gera. Já, helst að reyna að leika svona praktískum leikjum, hraðskáksleikjum, leiki sem að bæta stöðuna smávegis og gera samt ekkert endilega eitthvað róttækt og vera ekki alltaf að lenda í þessu tímahraki. Það taka smá tíma að finna andstæðing og hér kemur hann. Þetta er einhver fítur frá Rússlandi. Þetta er einhver Artúr. Og það er Caro-Kann. Skrítið afbrigði sem ég þekki ekki alveg, verð ég að viðurkenna, en ok. Góður biskup. Tefla hratt, ekki að hugsa mikið. Artúr getur skákað hér. Hann getur drepið drottninguna. Hann getur drepið hér ef hann vill. Líklega er ég ekki með neitt frumkvæði, en ok. Ég er ekkert að fást það neitt. F5. Ok. Þannig að hún þarf að drepa hér. Ég get drepið, drepa leikur E4. Upp hér. Það leikur hann riddari F6. Það verður náttúrulega að passa bara að biskup getur tekið. Þetta er ekki glæsilegt, en ok. Sko, nú myndi hann gjarnan vilja leika riddari F6 með hann drepið E4, en það passar bara að biskup. Þannig að hann getur drepið hér, kóng drepur. Ok, ég tek núna hér. Hvað gerist það? E4, tekið fyrir E8. Svo biskup er kyrfilega valdar. Mjög óægilega. Sko, nú get ég tekið með peða, ef ég tek með beði, E4, biskup verður það alltaf í. Ef ég tek hér leikur C5, biskup, hvað E4, það er mjög ægilegt. Tapar líklega manni þannig ég verð líklega að taka með kóng. Það sé ekki frábært að vera með kóngi sín út á miðju. Þá vissulega afleppar þetta líka riddarinn í leiðinni. Þannig að hann er allt í einu frjáls ferða sinna eitthvert yfir á bjartari lendur. Sko, riddari C5, já, ok, hann er algjörlega, leggur allt undir. Ég verð að drepa þetta, það er ekkert að nefna á því. Núna getur komið hrókur hér. Sko, hrókur H til E1 eða kóngur F4. En það sko, þá kóngurinn líti alveg fárlega út hérna, það er þetta samt kannski ekkert svo slæmt. Þannig að því ég er svo hugrakkur í dag, þá ætla ég að leika þessu. Ég meina, hann er ekki að vera mát hérna, hann getur alltaf farið einhvert. Það er helst þessi biskup lendi í vandræðum, en eftir riddari F6 eða riddari C5 þá fer ég eitthvað með biskupinn bara, eða besta falli ég valda hann hér. Afsakið.
Þannig að Arthur hugsar. Ég er með verið tíma en samt ekkert hræðilega mikið verið tíma. Ok, ég var að hugsa að leika hrókur H til E1. Ef ég leik biskup C2 á alltaf hrókur E2 sem leiðilegur. Þannig ég held ég ætla að fara hér. Já, gera það. Og núna ef hann leyfir mér þá mun ég væntanlega bara bakka með biskupinn. Þá þetta fyndin kóngstaða, en eins og ég sagði, kóngurinn getur í versta falli fara á G3 og ef ég er mjög hugrakkur þá fer ég á G5 seinna. Nei, ég fer nú á G3 bara, ef ég þarf. En ég veit ekki alveg hvað hann á að gera, ef hann tekur hér þá tek ég bara með, ég get ekki með peði, nú ætla ég bara að fara hér, eða ekki? Sé ekkert svona svakalegt. Ég er að bjóða hann upp á uppskipti, dreif ég bara tilbaka. Ef hann skákar þá hörfa ég bara hingað. Riddarinn minn gæti átt heima hérna á... Riddarinn minn gæti átt heima hér. Til dæmis núna eða hvað. Það er ekki bara. Ég leiki mörgum góða leiki, menn ég get líka að leiki hrókur E5. Ég ætla bara að fara hér. Og ég nefnilega hóta nefnilega að leika F3. Þannig ef hann leikur C5 þá get ég smelt þessum riddara hér. Sko þetta er engin leikur. Jú, kannski. Kannski þetta er frábær leikur. Hugmyndin hans er að ef ég tek hér, þá tekur hann hér. Hann hótar að taka biskupinn. Biskupinn minn er að valda þetta peð og ég myndi gjarnan vilja að hann gerði það áfram. Þess vegna ætla ég að halda honum inn á bara. Fara hér. Nú er þessi riddari svolítið eins og álfur út úr hól. Og þessi riddari er að fara hingað og þetta peð er að fara hingað. Og kóngurinn minn gæti ekki verið öruggari, þannig að þetta verður svona að resta aðeins úr þessu hjá mér. Eða svona, kannski var þetta fínt allan tíman en þetta virðist hafa svona. Þessi staða virðist hafa orðið að manni. Þessi er uppnámi. Drep hann takk. Ætli Arthur gefist ekki bara upp. Arthur coach. Döður. Og hann gafst upp. Hann vill tefla aftur. Og ég ætla ekki að veita honum þá gleði ánægju að tefla aftur við mig. Af því ég ætla að fara yfir skákina. Eins og oft áður. Ég græddi í þessari skák alveg heil 4 stig. Og þetta var Caro-Kann. Ég verði að viðurkenna að ég þekki ekki alveg þetta afbrigði hér. Ég fengi á mig í þessari stöðu leiki eins og biskup G4 og H3, biskup drepur F3, dróttur verður F3. Hvítur með biskup að parið en ekkert mikið meira en það. Það er ásaka sími minn alveg verið að brjálaður hérna. En H5 hef ég séð en ég hef ekki hugmynd hvað ég átt að gera. Hótunin er að fara hingað. Hótunin er að fara hingað og mér finnst þess að eftir H4 biskup G4 þá lítur svartur að vera mjög sáttur að þessi biskup er eiginlega aldrei að fara neitt. Það fannst strax eins og ég væri búin að gefa svolítið mikið eftir hérna. Þannig að ég ætla áður en ég flett upp hver algengasti leikurinn er og ætla ég að láta mig detta í hug. Það er eitt sem er dettur í hug, það er að leika biskup C4 og af því að það er smá trikk hérna að leika biskup hér þá sýnir sem ég get að leika riddara E5 sem hóta máti hér og biskupnum. Þannig að hann getur leikið hér. Þá getur ég farið hér líka eða riddari G5 hér
og fara eitthvað með rittarann, en samt, þetta ekkert eitthvað, engin stórsigur. Ég veit það ekki. Ef ég leik D4, þá rittarinn minn lengra reytir nema að fara hér. Það eitthvað pínu klunarlegt. Þannig að við skulum sjá hvað gagnagrunnurinn segir. Biskup C4 algengasti leikurinn, eins og með datt í hug. H4 reyndar álíka oft telt. Önnur hugmynd með biskup C4 alltaf sjálfsögur líka svo að eftir H4 það kemst þessi rittar alltaf E2 og blokkar ekki biskupinn. Þannig að biskup C4 ásakið, H4 og hér hefur verið telt rittar E5, að rittar E2 miklu algengara. Rittar E2, biskup F5, svona D3 eitthvað. Þetta peð tvíeggjað vopn, annarkvort veikleiki eða styrkleiki. H4 hefur verið telt álíka oft, örlítið sjaldnar, og þá biskup G4 alveg leikur, langalgengastur, og hér hafa menn leikið bara biskup E2, sem sagt biskup E2, E6, D4 og svo rittar G5 einhvern tímann. Kannski verður þetta veikleiki. Ok, ég hef aldrei séð þetta áður, verður aukinn það. Ég leik biskup C4, það hefur verið telt. Ég var alveg með þessa hugmynd í kollinum með þetta leika rittar F5, en hún kemur alltaf fullt seint núna, af því hann á bara E6 og þá þetta bara, eða allavega mér leik ekki sérstaklega vel með þetta. Ég leik D3, það hefur verið telt einu sinni áður, ástæðan fyrir ég leik ekki D4 er að þá drepur hann rittarann og ég drep tilbaka með drottningu og hann vinnur peð hér. Þannig að ég ekki með neitt sérstaklega rými hérna, þetta er bara staða, þannig séð. En þetta hefur verið telt einu sinni áður og súrskák teldist nákvæmlega eins með rittari D7 og það var ekki ómerkari, nei, hann leik biskup D6 fyrir ekki. Rittari D7 var telt í skák hefði ekki ómerkari menni en Jan Hein Donner, hollenska fræðimannunum og meistaranum. Hann vann með svörtu. Biskup D6 rittari E4, ok, nú verða bara uppskipti og staðan sem kemur upp örugglega alveg hnífjöfn. Hérna fannst mér í þurfa að leika biskup F4 vegna þess að hann að hóta leika rittari E5 með svona smá pressu. Hann gat alveg, eins og í þessari stöðu hérna gat hann að drepa hér og þá ég vissulega með tvípeð, en að því ég með biskupaparið það bætir aðeins upp fyrir það. Þannig að biskup hér, kongur E2, ég með opnu gelinu og ég á einhverja reyti fyrir biskupinn og þetta örugglega bara í jafnvægi, eins og ég segi með biskupaparið en með tvípeð. Þannig að þetta svona jafnast út. Mjög traust staða fyrir svartan, hann getur hókað langt. Svartur þarf ekki að hafa neina sérstakar áhyggjur í þessari stöðu. Þannig að já, þetta er bara jafnt. Ég þarf að valda E5 reytin. Ég leik biskup F4, þá leik hann E5. Og þá fannst mér ég geta bakkað af því að nú erum við að taka E5 reytin af honum. Og þetta örugglega bara hnífjafnt. En hann fór í mjög svona sóktjarrar aðgerðir með að leika hérna F5 já, og hugmyndin hans að ef ég drep þá leikur hann hér og vinnur mannin. Ég leik biskup D3 en ég að hugsa með allt í núna hvort ég hefði að leika biskup hér. Þannig að ef hann drepur hér og þá má hann aldrei drepa hér af því að þetta er örlítið betra endafl fyrir mig, en hann getur drepið hér og þá er kannski þennan og rittarinn minn er góður hérna og þessi peð eru bara svona eins og sagt á góðri ensku sitting ducks fyrir mig til þess að sækja að í endaflinu. En ég leik biskup D3, ég ætla að sjá hvað Stockfish 11 hefur fram að færa málið. Hún segir biskup E6 langbæsta leikurinn, já, ég sá hann ekki meðan skákinu stóð. Ég leik biskup D3 og það gefur svartum aðeins betra tafl ef hann leikur biskup D6. Af hverju? Veit ég ekki, en hann hrókaði langt. Þá drap ég hér, ég sá ekki til fljótu bragði, hér tók hann á E3, betri tilraun var að leika E4, þetta er enda mjög áhugavert, E4 hér, drepið, hrókur H til E8, biskup C2 og núna bara rólegur hérna rittari F6 með talsverði pressu, hann er tveimu peðum undir en hann er með ýmis svona leiki sem að
er á leiðinni og vinnur öllum líkindum peð tilbaka með fullnægjandi bótum. Til dæmis ef ég leik einhverjum svo hrókur E1 bara til að styrkja eilínuna og kemur riddari D5, hótar þessum og ef ég fer eitthvað með kónginn þá er þetta alltaf að hrynja hérna. Hér, hérna og vandræði og já, ég hef þurft að vanda mig mjög til þess að finna svona nákvæma leið til að bjarga mér. Hann tók hérna fyrst, það var kannski óþarfi eins og tölvan segir og svo kom E4 og það gekk ekki alveg upp eins og mér fannst vegna þess að ótrúlega til satt það var hérna kóngurinn minn bara öruggur hér og þetta er langbesti framhaldið fyrir hvítan og þar var kóngurinn F4 eins og tölvan segir hér og hérna kom hrókur H til E1, það er best í stöðunni, hrókur D6, biskup C2 og ég er bara 2 PM yfir, það er ekkert í rauninni, þetta er bara kólunnið. Riddari D4, hérna biskup E4, besta leikurinn. Ég er búinn að leika besta leiknum í stöðunni bara núna 10 leikir að C5, riddari E6 og ég vinn mann og síðan annan og hann gaf. Þannig að þetta var fínt, þetta var vel heppnað og ég hekkaði aðeins á stigum. Takk fyrir áhorfið, sjáumst síðar.